Fjöldi vísindamanna var á þingpöllum Alþingis í dag til að mótmæla fyrirhuguðum niðurskurði til rannsóknarsjóðs Rannís. Allt að 45 ársverk vísindamanna tapast ef niðurskurður til Rannís sem gert ráð fyrir í fjárlagafrumvarpinu verður að veruleika. Fjöldi vísindamanna frá háskólum og rannsóknarstofnunum var á þingpöllum Alþingis í dag til að mótmæla niðurskurðinum. Umræða framtíð rannsóknarsjóða og nýsköpunar hófst á Alþingjum klukkan 3:30 í dag og voru þingpallarnir þá troðfullir af vísindamönnum og fræðimönnum. Í fjárlagafrumvarpinu fyrirhugaður 30% niðurskurður til rannsóknarsjóðs Rannís. Vísindamennirnir sendu í dag ályktun til fjárlaganefndar Alþingis þar sem þeir benda á að niðurskurðurinn sé alvarleg mistök. 147 vísindamenn skrifa undir ályktunina en þar bent á að niðurskurðurinn geti haft alvarlegar afleiðingar. Gera má ráð fyrir að ungum vísindamönnum fækki verulega. Það munu vera margir sem líklega fá ekki framlengingu á starfssamningum og svo eru margir sem munu hreinlega ekki fá stöðu til dæmis sem doktorsnemi. Það munu vera kannski 40 til 45 manns sem munu ekki eiga kost á því að vinna sem vísindamenn á næsta ári. Í kreppunni í Bretlandi var ákveðið að skera ekki niður framlög til samkeppnissjóða. Og röksemdafærslan við því var hreinlega sú að grunnrannsóknir eru svo hagvaxtarhvetjandi að það mætti ekki skera það niður. Þannig að í raun og veru þá erum við að éta útsæðið svolítið með því að skera niður nákvæmlega þessa starfsemi. Fram kom í umræðuna á Alþingi að örvænting hefði gripið sig innan raða vísindamannanna vegna boðaðs niðurskurðar og að þeir hefðu verið sviptir voninni. Menntamálaráðherra sagði að vonin fælist í því að bæta efnahag og stöðu ríkisfjármála. Það var fullt út úr dyrum á Alþingi í dag þegar hátt í 100 vísindamenn fylgdust með umræðum framtíð rannsóknarsjóða. En biðröð myndaðist fyrir framan Alþingishúsi í dag þegar hátt í 100 vísinda- og fræðimenn mættu til að fylgjast með umræðum framtíð rannsóknarsjóða og nýsköpunar. Þeir segja að boðaðu niðurskurður bitni verst á ungum vísindamönnum. Höskuldur Kári Schram. Í ályktun sem 147 vísinda- og fræðimenn sendu fjárlaganefnd Alþingis í gær lýst yfir áhyggjum vegna niðurskurðar í fjárframlögum til vísindastarfa. Rannsóknarsjóður Rannís fær þannig ekki viðbótar fjármagn á næsta ári eins og gert var ráð fyrir í fjárfestingaráætlun síðustu ríkisstjórnar. Svandís Svavarsdóttir, þingmaður Vinstri grænna, tók málið upp á Alþingi í dag. Það að grípa sig örvænting innan raða vísindafólks sem sér fram á minnkandi framlag í rannsóknarsjóðina næstu 3 árin. Ungt fólk mun flýja land, okkar öflugustu framhaldsnemar og okkar öflugustu nýdoktorar. Vísindamenn fjölmenntu á þingpalla til að fylgjast með umræðinu. Þeir segja niðurskurðinni bitni verst á ungum vísindamönnum. Þannig að það lykilatriði að þessi niðurskurður sem nú áætlaður á fjárlögum á það bil 40 störfum ungra vísindamanna að hann gangi tilbaka. Þannig að við stöndum hérna vegna þess. Þið skiptið með ykkur, þið svona farið inn í hollum? Já, það komast bara 28 manns inn á pallana í einu og það eru miklu fleiri heldur en það. Það eru 80 manns komni nú þegar og búist við fleirum. Þannig að við róterum fólki hérna inn þannig að sem flestir fá að fylgjast með umræðunum. Illugi Gunnarsson menntamálaráðherra sagði að áætluð fjárframlög til Rannís á næsta ári væru há miðað við síðustu ár. Á undanförnum árum hefur framlagið til þessa sjóðs verið hlaupið frá 815 milljónum árið 2009, 2012 í 782, 2013 í 1305 og verður nú 1135 verði þetta frumvarp á lögum. Það nú allur niðurskurðurinn. Menn verða nú að setja þetta í samhengi liðinna ára, virðulegi forseti.